Það hérna sagði við mig hérna forystumanni Sjálfstæðisflokksins, hann var að tala þetta, sko, og svona vandræði og fylgi Pírata og sagði svo förum við höldum einhvern opinn fund upp í Valhöll. Staðan fyrir einir eru virkir á netinu en á sambandi við fólk, en þá fara þeir og loka sér upp í Valhöll og þar kom kannski 80 manns og hvað? Allir sanntrúaðir, innmúraður, innvíðir, eða þetta vist hvað. Þannig að það einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn, Sjálfstæðisflokkurinn og eins og það ekki hafa náð sko að finna hvernig þeir eigi að lífi í þessu nýja heimi. Atli Þór, það vekur athygli að flokkurinn hélt velheppnaðan landsfund að mörgu leyti þar sem að svona alda frjálslyndis virtist svona hérna ríða yfir og menn töluðu með ungu fólki mjög fjálglega að þetta væri ekki íhaldsamur flokkur, heldur frjálslyndur flokkur. En svo tekum maður eftir því að þegar að kemur að frjálslyndun í stóru efnunum, útgerð og landbúnaði, þá hann íhald. Þannig að sko frjálslyndi fór kannski ekki alveg alla leið á þessu landsfundi og það kannski svolítið Sjálfstæðisflokkurinn í dag. Hann sérhagsmannaflokkur þegar kemur á stóru veigamiklu atriðunum en leikur sér frjálslyndan svona í litlu atriðunum eins og þegar á að einkavæða RÚV. Já, ég nefnilega ekki alveg viss það að þessi fundur hafi verið sko til langstíma mjög vel heppnaður. Frjálslyndið, já ég myndi segja sko að þeir náttúrulega fá þarna áfall vegna þess að ungt fólk bara búið að yfirgefa þennan flokk, enda akkur ætti ungt fólk ekki að yfirgefa þennan flokk. Ég meina, þessi flokkur ekki að standa sig vel fyrir þann hóp. Og þeir fara einhvern veginn í sko meira hægri og meira pop og þú veist, og frelsi birtist í áfengi í sko verslanir sem að bara, þrátt fyrir að það sé alltaf verið að reyna svona að tabúvæða þá sem að ekki vilja áfengi í matvöruverslanir, sko, og þá þetta bara meginströms hugmynd á Íslandi. En ég held reyndar að vandi Sjálfstæðisflokksins snúist minna ungt fólk eða, þú veist, einhvern veginn að þessi ekki nógu frjálslyndir eða stefnu. Ég held sko að það að segja, ef ég hefði eitthvað að segja þarna innandyra sem ég hef ekki, að þá hérna myndi ég hugsa sko hvernig að vera svona kjósandi Sjálfstæðisflokk, hvernig að vera flokksfélagi og styðja þennan flokk að vera kannski ekki í framvarðasveitinni. Ég meina það örugglega ekki mjög góð upplifun vegna þess að þú ert endalaust að verja einhver spillingamál efstu lagana sem þér þykir eflaust ekkert varða þennan flokk.